ætlum við svona að fara að henda okkur á stað. Allt að vera bara orðið tilbúið. Kvöld númer 5. Við ætlum að fara að taka svona dálítið hlutina saman sem við erum búin að vera að skoða kannski síðustu 5 kvöld. Ég er búin að vera að skoða með ykkur efni varðandi námsbækur. Hvernig lesum við þær? Ekki bara hraðar, heldur líka kannski að horfa betur í lesskilning, einbeitingu, athygli, eftirtekt. Síðan fór ég aðeins yfir í það af hverju það skiptir svo miklu máli að glósa og ég er búin að nota síðustu 2 kvöld í að skoða það, hver miklu máli það skiptir og af hverju við þurfum að passa upp á glósurnar. Og í dag ætla ég svona aðeins að leggja svona kannski lokahöndin á þetta með því að horfa í einbeitingu. Og mikið af þeim spurningum sem komu inn voru einmitt að tengjast einbeitingunni og ég hef svarað nokkrum þeirra, en ég ætla að taka svona seinustu mólana. Sumt af því eru sömu ráð og sömu atriði og ég hef talað síðustu 4 kvöld og bendi bara á að ég er að streyma þessu inn á síðunni minni h.is/live. Þar getur þú skotið á mig spurningum, ef það eru einhverja vangaveltur, þá getur þú sett inn í Messenger, þú getur skotið þessu inn í spurningaformið sem er þarna á vefnum líka og þá ertu að fá bara svar beint í þín og flestir hafa verið að nýta sér það því þá geta bara fengið tölvupóst frá mér með svari við þeirra spurningu. Nú þú getur líka skotið þessum spurningum inn í komment inn á Facebook eða bara hafa samband. Nýta tækifæri, þessi kvöld eru aðalega fyrir ykkur, fólk í námi sem er hugsanlega að lenda aðeins í vandræðum og það eru nokkrir sem höfðu samband mig í gær þegar ég lét vita að þetta yrði líklegast seinasta kvöldið og báðum mig að taka ákveðið efni fyrir og ég ætla að verða við því, þannig að ég mun halda áfram næstu allavega kannski 2-3 kvöld. Þá ætla ég að taka fyrir efni sem að tengist því að halda betri yfirsýn í námi. Og þetta tengist bók sem ég skrifaði fyrir nokkrum árum síðan og fæst á Amazon. Og þar ég að taka 6 skref. Ef þú ert í vandræðum núna, þá kenni ég þér rauninni hvað 1 sólarhringur, 2 sólarhringar, 1 helgi getur gert mikið fyrir þig ef þú vinnur rétt. Ef þú tekur réttu skrefin, ef þú ert að vinna rétt út úr því. Og það eru sumir sem eru farnir svona kannski til að finna dálítið fyrir því að já, það kannski styttra í próf heldur en áttu von á. Það styttra í skil á okkur stóru verkefnum og ég ætla að taka núna 2-3 kvöld og skoða aðeins ef þú ert í vandræðum í dag, hvernig nærðu yfirsýn aftur, hvernig nærðu að koma þér í gang og ég mun taka þá tíma aðeins fyrr vegna þess að ég var búin að lofa mér með svona vefstofur, vinnustofur á kl. 20:30. Ég er að tala við foreldra annað kvöld og ætla að fara að taka vinnustofur efni tengt lestri í vinnutengdu lesefni. Þannig að ég ætla að fara í þetta kl. 18 á morgun. Það verður eins og í dag, það verður upptaka, þannig að þú getur alltaf farið inn á h.is/live og þar eru nú þegar, til dæmis allir 4 fundirnir sem ég er búin að taka hingað til, þeir eru tilbúnir. Þar ég búin að taka út æfinguna sem við ætlum að taka hérna á eftir, ég er búin að taka hana út, þannig að þetta er bara rjóminn af þeim ráðum, þeim punktum sem ég mæli með að þú nýtir til þess að koma lestri í námsbókum á stað. Þannig að inn á þessara síðu þá getur þú nú þegar kíkt á það sem við höfum rætt og þess vegna ég fer ekkert mjög djúpt í það sem ég er búin að vera að tala Nú minni síðan á, við tökum hérna bara rétt strax, þá tökum við æfingu. Vera tilbúin með bók, vera tilbúin með blýant, vera tilbúin með vasareikni. Ég ætla að taka æfingu hérna bara rétt strax, mæli líka með að inn á h.is/live, þar líka vinnublaðið, þannig að þið getið skráð inn árangurinn ykkar, hver hratt að lesa og það hafa nemendur verið að auka hraða nokkuð vel í þessum æfingum. Ég mun halda áfram með þær frá morgundeginum kl. 6, þá ég að taka þessa æfingar áfram og ég mun taka æfingu og leyfðu þér að halda áfram. Það tiltölulega auðvelt, þó þú sért að æfa því í skáldsögum, þá tiltölulega auðvelt að yfirfæra þann hraða hægt og bítandi síðan yfir í námsefnið. En punktarnir sem ég er búin að tala hjálpa líka, gríðarlega mikið. Þannig að nýta það mjög vel. Nú,
Áðurinn fyrir æfinguna þá ætla ég að taka fyrir hérna nokkrar spurningar og svara þeim. Ég ætla að byrja á fullyrðingu dagsins. Ég hef alltaf tekið fullyrðingu fyrir og svara henni síðan í lok tímans. Og fullyrðing dagsins þessi: þegar þú kemur að orði sem þú skilur ekki, og þá voru að tala í námsbók, þegar þú kemur að orði sem þú skilur ekki, átt þú að hafa orðabók handtaka til að leita uppi eða fletta orðinu upp strax. Þegar þú kemur að orði sem þú skilur ekki, þá áttu að hafa orðabók handtaka við hliðina á þér til þess að fletta upp orðinu strax. Og svarið sem þú getur gefið já, nei, sammála, ósammála, rétt eða rangt. Við kíkjum síðan á svarið hérna á eftir. En kíkjum í gegnum hérna nokkrar spurningar sem hafa komið og byrjum hérna til dæmis á einni. Kom í fyrradag, tengist aldrei einbyttingunni, en þó ekki. Ég næ ekki að einbytta mér nægilega og les því hægt, en á móti spyr ég, eins og ég er búin að vera að skoða, ertu hugsanlega að halda rauninni einbyttingu niðri og þú ert ekki að ná að halda einbyttingu góðri af því þú ert að lesa hægt. Með því að lesa hraðar, þá erum við alltaf að finna fyrir því að athygli, einbytting, eftirtekt verður meiri. Þannig að ég mæli alltaf með því þegar ég til dæmis er að kenna 10-12 ára og 7-12 ára krökkunum. Þegar ég tala við þau, þá segi ég þeim og gef þeim mjög einfalt ráð. Ef að þú byrjar að hugsa eitthvað annað á meðan þú ert að lesa, byrjaðu þá ekki hægja á þér, vegna þess að það er ekki endilega svarið. Prófaðu að fara hraðar með fingurinn í gegnum hverja línu. Því leið þú lyftir hraðanum upp á við, núna þarf hugurinn að hafa meira fyrir því að meðtaka og skilja. Núna ertu ekki að leyfa hugurinn að gera nokkuð annað heldur en að taka eftir og fylgjast með. Þannig að ekki vera að leyfa þér að lesa hægar að því þið finnst einbeitingin vera slæm. Einbeitingin er örugglega slæm, nánast í örugt vegna þess að þú ert að lesa of hægt. Leiðu þér frekar að toga hraðan upp og þá verður einbeitingin strax betri. Og fyrir þá sem að svona eru kannski ekki alveg að trúa því, en þetta er kannski hugsanlega fyrsti tíminn, þá mæli ég með því, kíkið á hérna tímana, því að þar er ég að rökstyðja það mjög vel af hverju það er að einbeitingin er meiri þegar við lesum hraðar. Hérna er einn, og það er rauninni 2 sem í þessum vandræðum. Ég er í undirbúningi fyrir inntökupróf í læknisfræði og fylgir því gífurlegt magn lesefnis sem ég vil geta lesið hraðar og meðtekið meira af. Hvað á ég að gera? Númer 1, 2 og 3 er bara að byrja. Byrjaðu að taka æfingar. Notaðu þessa punkta sem ég er að kenna þér hér. Byrjaðu að toga hraðin upp. Ef þú byrjar í dag, þá muntu vera að lesa töluvert mikið meiri rauninni hraðar eftir 7 daga heldur en þú værir annars að gera. Besti tíminn til þess að byrja að lesa hraðar var fyrir kannski 10 árum síðan eða 5 árum síðan. Var allavega í sumar áður þú byrjaðir haustönuna. En besti tíminn til þess að setja námskeið er alltaf núna. Ekki bíða með það. Ef við reynum að bíða eftir besta tíma til þess að setja hraðasta námskeið, þá munum við mjög seint setjast inn og yfirleitt fyrir svörin sem ég fæ frá nemendum þegar þeir eru búin að klára námskeið. Akkur satt ég þetta ekki, fyrir 2 árum eða 3 árum þegar ég var ennþá í BS-náminu, nú er ég komin í meistaranámið, akkur satt ég þetta ekki fyrr. Ekki bíða, stökktu bara inn, því að við erum með ævaábyrgð sem þýðir það einfaldlega, þó það sé brjálað að gera hjá þér og þú grækir bara í nokkra móla og þú nærið ekki að sinna æfingunum eins vel og þú ætlaði þér. Komdu þá bara inn aftur, það kostar ekki krónu að koma inn aftur seinna og þá bætur við þig. Þú getur þá komið inn næsta sumar, þú getur komið inn aftur eftir áramót, þú getur komið inn næsta haust, ekkert vandamál, þú borgar ekki krónu fyrir það, kemur bara með nýjum hóp og þannig eru nemendur að bæta hraðan sér alltaf aftur og aftur og aftur. Það voru fleiri sem ég ætla að taka fyrir núna. Hérna var önnur sem var ekkert í undirbúningi fyrir inntökuprófið. Ég er núna í miðjum undirbúningi fyrir inntökuprófið í læknadeild. Þegar ég tók prófið í vor, tók ég eftir því að það var lesskilningurinn sem dróg mig einna mest niður. Markmiðið mitt er því að auka leshraða og skilning bæði til þess að skilja námsefnin betur og hækka einkunnir í lesskilningunum næsta vor. Hvað á ég að gera núna? Hvernig væri best fyrir mig að bæta mig í lesskilningi? Og það eru rauninni 2 þættir þarna. Númer 1, 2 og 3 er það að bæta hraðin og það gerum æfingum. Æfingarnar toga hraðin upp. Þú
bæti lestrarfærnina bara með því að sinna æfingu. Þegar þú kemur inn á hraðlestarnámskeið þá ertu rauninni bara að fá æfingaferli í hendur. Það er rauninni ekkert annað. Þetta er bara rangað eins og þú er að fara inn á sundnámskeið eða fótboltanámskeið eitthvað. Þú fær bara æfingaferli í hendur og ef þú sinnir því í 3 vikur að lágmarki, þá ertu komið með betri lestrarfærni. Þú ert búin að 2-falda, 3-falda, 4-falda hraðaðinn og nýta það. Til þess að bæta lesskilningin þá þetta bæta við nokkrum atriðum í viðbót. Til dæmis það að merkja við, til dæmis það að forlesa, til dæmis það að bæta orðaforðan ef þú ert ekki með, ef þú ert að lesa námsbækur í gegn og það er að koma orð upp sem þú veist að munu koma á prófi sem að þú ert ekki alveg örugg með, þú ert ekki ennþá komin með þau alveg á hreint, vinnið því núna, strax. Og besta leiðin til þess að bæta orðaforða okkar, þá þarf hugurinn, þetta er einföld þumalputtaregla, til þess að bæta orðaforðan okkar, þá þarf hugurinn að sjá orðið, nýja orðið, allavega 9 til 12 sinnum. Þegar þú ert búin að koma þessu orðið fyrir framann augu þín, huga þinn 9 til 12 sinnum, aftur og aftur og aftur og aftur og helst bara á, 1, 2, 3 sólarhringum, þá er þetta komið og þetta er komið til að vera og sérstaklega þegar þú fer síðan að nota þetta í verkefnum, í prófum, í ritgerðum og öðru slíku í framhaldi, þá er það mjög auðvelt að festa það í sessi. Nú hérna skal kannski seinasta spurningi sem ég er að taka fyrir núna. Lestrarhraði minn hefur aldrei verið neitt sérstaklega góður. Ég er í krefjandi námi og langar til þess að bæta skilning og lestrarhraða fyrir komandi önn. Hvað á ég að gera? Enn og aftur. Spurningin nánast í svara sér sjálf. Byrjaðu strax að bæta lestrarfærnina. Það eru til bækur hvernig á að bæta lestrarfærnina. Þú veist, sjálfur hef ég gefið út bók. Það eru til námskeið. Það er hægt að fara inn á til dæmis h.is 6vaff, h.is/6vaff, það er 6 vikna fjarnámskeið sem hægt er að taka. Nú ef einhverjum vantar hjálp 1, 2 og 3, bara strax, þeir þurfa, það er stutt í prófi eitthvað slíkt, þá er hægt að fara í engakennsluna. Það er auðvelt að sækja svör, það er hægt að nota þessar stundir sem ég er að taka hérna eins og klukkan 6 á morgun að halda áfram að taka æfingarnar. Byrjaðu strax að bæta lestrarfærnina, ekki halda að þú getur notað sömu lestrarfærni og var að duga þér kannski í menntaskóla og þú varst að ná ágætis árangur í grunnskóla og þú lærðir í barnaskóla í kannski 8 ára, 9 ára, 6 ára. Ekki halda það dugi þegar þú ert komin í háskólanám eða jafnvel meistaranám. Kröfurnar eru allt aðrar og þú þarft einfaldlega að vera búin að uppfæra þína lestrarvenjur í takt við þær kröfur. Og það er alfarið á þinni hendi. Eins og ég segi alltaf við krakkana 7-12 ára, ég er ekki að bæta lestrarfærnina þeirra. Ég er ekki að bæta lestrarhraðan þeirra. Þau gera það alfarið sjálf með þessum æfingum. Ekkert annað. Ég bendi þeim bara á leiðir hvernig þau geta bætt sig. Ef þau eru duglega að æfa sig, þá bæta þau lestrarfærnina. Ef þau æfa sig ekki neitt, þá breytist ekki neitt. Það er einfalt. Þannig að nýta þetta mjög vel. En þá fyrir við að fara að henda okkur í æfingu. Gerir ráð fyrir að allir séu komnir með bók fyrir fram að sig, þeir séu tilbúnir. Við ætlum að renna hérna í gegnum lestraræfingu sem ég er búin að vera að taka með ykkur og ég veit að nemendur hafa verið að toga hraðan sinn nokkuð vel upp. Þetta er mjög einfölduð útgáfa af æfingunum sem ég kenna á námskeiðinu. Það myndi aldrei ganga upp að reyna að kenna þær svona í beinu streymi á netinu. Þess vegna mæli indrið með, taktu bókina, vertu tilbúin með hana, taktu núna upp og flettu bara á byrjun bókar. Nú ef þú ert búin að vera með mér að taka æfingarna hérna seinustu kvöld, það getur bara farið þar sem að seinasta æðitt var. Ef þú ert búin að vera að nota myndskeiðin sem var inn á h.is live eða búin að nota myndskeiðin sem var inn á Facebook eða inn á YouTube til þess að taka æfinguna aftur og aftur og aftur jafnvel í dag, þá getur þú bara einfaldlega stokkið þangað það sem að þú settir seinasta æðið, það sem þú hættir seinast. En skráðu snöggvast, ef þú ert að byrja, settu A hérna fyrir framann fyrsta orð. Við ætlum að lesa með góðum skilningi í mínútu, við ætlum að leiða fingurinn undir, línu fyrir línu fyrir línu, við ætlum að hjálpa augunum. Við ætlum að segja augunum nákvæmlega hvaða orð er ég að lesa, hver hratt ætla ég að lesa þessi orð. Því að hafðu í huga, augu þín voru aldrei hönnuð til þess að lesa texta, lesa bækur. Bókin er svona tiltölulega ný uppfinning í mannkynssögunni ef við horfum í þetta þannig. Augu þín, þau sækja upplýsingar með því að stökkva umhverfið.
Þau nota svo kvöldlega örflögt eða örkippi til þess að stökkva ynga og þangað og þegar þú ert að hjóla eða þegar þú ert að hlaupa eða þegar þú ert að keyra bíliðin eða í fótbolta eða handbolta, þá eru augu þín að stökkva umhverfið og sækja þær upplýsingar sem skipta máli. Þegar þú ert að lesa bók, þá eru upplýsingarnir ekki dreifðar hinga og þangað umhverfið, þær eru núna í beinu línum beint fyrir fram að þig. Og í staðin fyrir að leyfa augunum vera að stökkva út og söðu, þá ætlum við að segja nákvæmlega hvaða orð, hver hrætt, hvernig ætla ég að lesa þennan texta. Þannig að núna tilbúin á A. Ég mun fylgjast með tímanum hér. Ég mun láta þið vita þegar tíminn er hálfnaður, þegar 30 sekúndur koma. Ekki hægt að lesa þegar ég segi 30 sekúndur. Ég mun segja þér að stoppa síðan þegar mínútan er búin. Þannig að tilbúin á A, lesa með góðum skilningi, muna, leiða fingurinn undir, línu fyrir línu, leiða fingurinn undir. Ef þú ert tilbúin á A, byrja núna. Leiða fingurinn undir. Já, 10 sekúndur. Hætta núna, merktu B þar sem þú hættir, merkir B til dæmis í byrjunlínu eða loklínu, merktu B í byrjunlínu eða loklínu. Þannig þú finnir það auðvitað hérna eftir, merkja B í byrjunlínu eða loklínu. Nú ætlar þú að taka skref númer 2 og þá ætlum við að tvöfalda lesefnið. Þú getur talið einfalda línurnar frá A til B og talið síðan áfram frá B, merkt C þangað sem þú ætlar að reyna að komast. Nú, þú getur líka sirkað út. Ef þú last sirka hálfa síðu, þá ætlar að bæta við sirka hálfri síðu og merkir C aftast. Ef þú last sirka 1,5 síðu, þá bætir við sirka 1,5 síðu og merkir C aftast. Þú ætlar bara að tvöfalda lesefnið og merkja C þangað sem þú ætlar að reyna að komast. Við ætlum að fara núna frá A til C. Fara frá A til C. Og hér ertu auðvitað að fara í gegnum tvöfalt meiri texta heldur þú réði við með góðu frá A til B hérna áðan. Og eina leiðin til þess að komast í gegnum allt efnið frá A til C, það er einfaldlega að minnka lesskilningin örlítið. Við ætlum að taka kannski og leyfa skilningi að vera í kringum 50-60%, ekki meira. Við ætlum að taka kannski 4, kannski 6 orð í línu. Línu fyrir línu, 4-6 orð, keyra hraðan okkar dálítið á fingrunum upp, 4-6 orð í hverju línu, ekki reyna við meiri skilning. Hafðu í huga að augu þín ráða við miklu meiri raunni hraða heldur en þú ert að bjóða upp á í dag. Sá nemandi sem hefur farið hraðast á námskeiðinu hjá mér, hann var að 27-falda lestarhraða sinn. Það þýðir einfaldlega í lok námskeiðsins þá voru augun hans að hreyfa sig 27 sinnum hraðar. Augu þín ráða við miklu meiri hraða. Þú ert of lengi að leyfa þeim að skríða í gegnum textan og þú vilt breyta því. Og besta leiðin til þess að breyta því er akkurat svona æfing. Þannig að núna tilbúin, fara frá A til C, taka bara 4-6 orð í hverju línu, keyra hraðan upp þegar ég segi 30 sekúndur, vera komin fram hjá B. Annars þarf þetta að auka hraðan. Komast helst út af C eða fram hjá C þá ertu í góðum málum. Ef þú ert tilbúin á A, 4-6 orð í línu, ef þú ert tilbúin, þá máttu byrja núna. Já, 10 sekúndur fram hjá B, annars að auka hraðan.
hætta núna. Varst að komast út að sé eða framhjá sé, þá ertu í mjög góðum málum. Ef það vantar aðeins upp á, ekkert vandamál, ekki hafa of miklar áhyggjur af því en skiptir gríðarlega miklu máli að passa upp á það að komast út að sé eða framhjá sé. Þá ertu að ná í þann hraða sem að æfingunni er ætlað að skila. En, engin miskunn. Bættu núna við í skrefi 3, allra að bæta við jafn miklu og þú merti frá A til C hérna áðan. Mertu við frá C og merkir D aftast. Ef þú last cirka hálfa síðu frá A til B áðan og þú bætti við hálfri síðu, þá varst að lesa eina síðu frá A til C. Þá ætlar bara að bæta við einni síðu frá C og merkja D. Ef þú last cirka 1,5 síðu frá A til B áðan og þú bætti við 1,5 síðu, þá varst að lesa 3 síður, þá ætlar að bæta við 3 síðum og merkja D aftast. Núna ætlar að fara frá A til D og þetta er auðvitað 4 sinnum meiri texti. Heldur þú varst að ráða við með góðu frá A til B áðan. Þú þarft einhverja hjálp til þess að komast í gegnum allt þetta efni. 4 sinnum meira efni. Þú ætlar að leyfa skilningi að detta pínulítið meira niður. Þú ætlar að leyfa þér kannski 20-30% skilning. Þú ætlar kannski að leyfa þér að taka bara 2-3 orð fyrir miðju. Og það er allt í lagi hérna að leyfa þér að taka bara og í og á stuttu orðin. Þá ertu heppinn, bara gott mál. Ekki reyna endilega við lengri orðin. Taka bara 2-3 orð, línu fyrir línu, ná þannig að keyra hraðið nokkuð vel upp. Tilbúin á A til D, 2-3 orð fyrir miðri línu, kenna augunum að þau geti enn farið töluvert mikið hraðar í gegnum texta. Ef þú ert tilbúin á A, byrja núna. Leiða fingurinn undir, stjórna augunum. Já, 10 sekúndur, framhjá C, annars að auka hraðan. Hætta núna. Varst að komast út að C, eða út að D, eða framhjá D? Ef þú varst að komast út að D eða framhjá D, þá ertu í góðum málum. Annars þarfst að passa upp á það að leyfa skilningunum aðeins að dala, þannig að þú sért að ná og komast yfir allt efni, því að núna ætlar að finna B-ið þitt og þú ætlar að passa upp á skilningin. Þú ætlar að lesa með góðum skilningi, línu fyrir línu. Finna B, þú ætlar að lesa með góðum skilningi eins langt og þú kemst á 1 mínútu. Finna B og þú ætlar að lesa línu fyrir línu eins langt og þú kemst. Nú þá ger ég ráð fyrir að þú sért tilbúin á B. Þú ætlar að lesa með góðum skilningi, þú ætlar að leiða fingurinn undir línu fyrir línu eins langt og þú kemst með góðum skilningi. Ef þú ert tilbúin, byrja núna. Leiða fingurinn undir. 30 sekúndur.
hætta núna, merkja A þar sem þú hættir, annarkvort í byrjunlínu eða loklínu, merktu þar A. Og þá ætlum við að fara í útreikning og hér er ágætt að vera með vinnublaðið sem þú finnur inn á h.is/live. Þá getur þú fyllt inn allar tölur en byrjum á því að finna meðalínu og ef þú hefur verið að taka með mér æfingu þá og ert búin að reikna meðalínuna og þetta er sama bók, þá getur þú nota sömu meðalínu. Þú ert eingöngu að reikna meðalínu upp á nýtt ef þú ert að skipta um bók. Til þess að finna meðalínuna þá telur einfallega orð, þú finnur bara einhverja þrjár heilar línur og þú telur hve mörg orð samanlagt er í 3 heilum línum. Teldu hve mörg orð samanlagt er í 3 heilum línum og skrifaðu útkomuna hér á blaðið. Skrifa útkomuna hérna. Hve mörg orð er í 3 heilum línum. Teldu snöggvast, fyndu 3 heilar línur. Teldu hve mörg orð samanlagt er í 3 heilum línum. Nú, síðan máttu skrifa það hérna inn á vinnublaðið. Setja það hérna inn í þennan reit hér. Og síðan deilur með 3 í þá tölu. Og ef við tökum sem dæmi að þú varst að telja 30 orð í 3 línum og þú deilir með 3, og þá færðu 10 út sem meðalínu. Ef þú varst að telja 27 orð í 3 línum, þá færðu 9 út. Ef þú varst að telja 33 orð í 3 línum, þá varst að fá 11. Þessi tala er mjög gjarnan frá 8 til 12, þannig hafðu það í huga, en stundum er það lægri, stundum er það hærri, en það er ekkit oft. Nú þegar þú ert búin að finna meðalínuna, skrifa það útkomuna hér og það nóg að námunda við heilatölu, þú þarft ekki þegar þú deilir með 3 að hafa 3-4 aukastafi, það nóg að hafa bara heilatölu. En þá ætlum við að finna út hver hratt þú varst að lesa í æfingunni og það gerum við einfallega með því að telja línurnar sem þú last á 1 mínútu. Þá einfallega finnur þú A-ið þitt þar sem þú byrjaðir. Þú telur hvað eru margar línur frá A og út að B. Og hér máttu taka tillit til þess, ef það eru mikið stuttalínur, kannski bara 1 orð í línu eða 3-4 orð í línu, að annarkvort að sleppa því ef það eru stuttalínur, eða leggja nokkrar svona stuttar saman, kannski 2-3 saman, eru samanlagt 1 heil lína. Þannig að teldu snöggvast hvað eru margar línur frá A til B, skrifaðu það inn á yfirlitsblaðið þitt, inn á vinnublaðið, settu það bara hérna inn, settu meðalínuna hér og þá ertu komið með útreikninginn. Teldu snöggvast línurnar frá A til B og ef við tökum sem dæmi að þú varst að lesa 10 línur frá A til B og þú varst með meðalínuna sem 10, að þá ertu bara 10 x 10, jafnt á 100 orð á mínútu, þá ertu að lesa 100 orð á mínútu í þínum texta. Ef þú varst að lesa 20 línur frá A til B og þú skrifa 20 hér, sinnum 10 hér, þá ertu að lesa 200 orð á mínútu. Þannig að kíktu núna í gegn, teldu línurnar frá A til B, gerðu síðan nákvæmlega sama frá B til A í lokin. Frá B til A í lokin. Skráðu þessa tölur hjá þér. H1 er kannski fyrritalan, H2 er seinnitalan frá B til A. Ég ætla að gefa þér nokkra sekundur í viðbót, telja línurnar frá A til B. Margfalda með meðalínunni og síðan alltaf einfalda skrá hjá þér líka töluna frá B til A í lokin þar sem þú hættir núna rétt áðan. Nú endilega leyfa mér að fylgjast með, sum ykkur hafa verið mjög dugleg, senda á mig messenger, skilaboð, verið að senda á mig jafnvel tölvupósta, verið að spyrja spurninga og láta mig vita hvernig ykkur gekk í æfingunum. Mörg ykkur eru að nota vídeóin. Ég baði ykkur einmitt að það láta mig vita hvort það var einhver ákveðin tími sem myndi henta ykkur betur. Ég mun hugsalega færa einhvern tímana kannski yfir í hádegið eða klukkan 4 að degi en byrja frá með morgundeginum. Þá ætla ég byrja klukkan 6 að tala við námsmennina. Þannig að skjóttu endilega spurningum á mig áfram, sérstaklega þegar komum að efninu sem við ætlum að kíkja á næstu 3 daga, að halda yfirsýn yfir efni. Hvernig ná að halda betri yfirsýn ef það er stutt í prófi eða stutt í skil á stóru verkefni. Við ætlum að skoða það næstu 3 dagana en
Ef þú ert búin að skrá hjá þér árangurinn inn á vinnublaðið, það er ekkert óalgengt að þú sért að sjá 10%, 20%, 30% aukningu frá H1 til H2 úr hraðatölu 1 yfir hraðatölu 2. Sumir að sjá 50-60%, sumir að sjá 80-90%, sumir að tvöfaldaða meira. Og ef þú ert búin að taka þessa æfingu jafnvel í 3, 4, 5 daga, að þá er mjög gott fyrir það að kíkja á fyrir 3-4 dögum hvað varst að lesa þá og hver hratt ertu að lesa í dag. Sumir ykkar ættu auðvöldlega að vera búin að tvöfalda jafnvel, sumir hátt í þrefalda og það væri gaman að sjá tölur frá þeim. En þá ætlum við að kíkja aðeins áfram. Ef allir eru búin að skrá hjá sér árangurinn, þá ætlum við að kíkja í smá upprifjun. Við erum búin að vera að skoða mjög vel, mjög ítarlega, hvernig nálgumst við námsefni, námsteksta, hvernig eigum við að vinna, hvernig eigum við að horfa í það þegar við lesum þetta efni. Margir vilja þetta halda skilningu góðum, eru þá oft að toga hraða niður og það hefur verið reyndin að það er ekkert óalgengt að námsmaður sé að lesa á kannski 100 orðum í gegnum sinn háskólateksta og það er oft vegna þess að þeir vilja passa svo vel upp á skilningin og af því þeir vilja passa upp á skilningin þá toga þér hraðan sér niður til þess að vera örgja á því að finna öll lykil orð, finna öll lykil svör, finna öll lykil atriði. En þegar við lesum textan okkar á 100 orðum á mínútu þá erum við að lesa á 1/4 þeim hraða sem að hugurinn að lágmarki ræðu við og við þurfum að laga það. Því að hve mikið leiðist hugunum okkar þegar við erum að horfa á eitthvað eða gera eitthvað á 1/4 hraða. Honum leiðist gríðarlega. Og hvað gerir hugunum þegar hún leiðist? Jú, hann fer bara að hugsa bíómyndina sem vorum að horfa á í gær eða SMS-skilabóðan sem við fengum áðan eða hvað ætti ég að fá mér í matinn á eftir eða hvað ég fara að gera næstu helgi og ég er dottin út. Ég held áfram að lesa og ég held áfram að fletta en ég er ekki að taka eftir einu í neinu. Og þetta gerist að því við erum að toga hraðan okkur á langt niður. Leiðu fyrir að nálgast 350, 450 orðin að nálgast lágmarkshraða hugans. Núna hefur hugurinn ekki lengur við, nú þarf hann að hafa sig allan við að meðtaka og skilja, hann hefur ekki möguleika á því að gera neitt annað, heldur en að fylgjast með því sem þú ert að lesa. Hvað þá þegar þú fer síðan upp í 500 orð eða 600 orð eða 700 orð? Og hugurinn okkar ræður við miklu meira. Mundu 400 orðin, þar er lágmarkshraði hugans. Hugurinn getur farið hraðar og hann vill fara hraðar. Við erum að halda oft aftur á honum. Nú annað atriði sem að hjálpar okkur og ég hef verið að svona prenta inn í ykkur aftur síðustu 4 daga og er forlesturinn. Áður þú ferð að lesa kaflaðin, vertu öruggur á því hvað þú átt að læra. Hvað er það í kaflun sem þú vilt á hreinu, sem að kennarinn vill þú sért með á hreinu, sem að skólinn eða höfundur bókarinnar vill að þú kunnir og þekkir eftir lestu kaflans. Ef að þú tekur 4, 5, kannski upp undir 10 mínútur, fyrir alltaf eftir hvað kaflinn er langur, ef þú tekur smá tíma fyrirfram og njósnar efni kaflans, þú tekur til dæmis 2-3 mínútur í að skoða innganginn, 2-3 mínútur að skoða niðurstöður, þú ert að nota kannski 2-3 mínútur í að njósna meginmálið, þú ert að skoða feilletur orð, skáletur orð, texta í málsgrein, í spásíum eða neðamálsgreinum. Þetta eru allt saman ábendingar frá höfundi hvað þú þarf að fylgjast með. Ef þú ert búin að skoða þetta á einhverjum kannski 5-10 mínútum en núna ferð að lesa meir í dýpt, núna hefur þú miklu skýrari sýn á það hvað ert að fara að sækja. Hvað þá ef þú ert jafnvel búin að búa til spurningalista út frá forlestrunum einhverja kannski 10, 15, 20 spurningar sem þú vilt finna svar við í þessum kafla. Því að þú átt aldrei að lesa námsbók bara til þess að byrja á blaðsíðu 1 og taka síðan blaðsíðu 2 og taka síðan blaðsíðu 3. Þú átt að lesa námsbók með það markmiði að leita svara við ákveðnum lykil spurningum. Og þær geta verið 5, þær geta verið 10, þær geta verið 20. En skráðu þær spurningar hjá þér. Þegar þú síðan lest textan í gegn, þá ert þú að leita svara. Þú ert að fara í gegn, þú ert ekki lengur að hugsa ég skil ekki. Þú ert núna að sækja upp, hérna er svarið spurningu, hérna er lykilorð, hérna er svarið spurningu. Og þú ert að merkja við þetta í spásíu, þú ert að merkja við þetta í textaneginum, athyglin, einbeitingin, eftirtektin er öll til staðar allan tíman því að þú ert að fylgjast það vel með. Þegar þú klárar texta núna og þú ert kannski að klára textan á mínútu á hverju blaðsíðu, þannig að kafli sem er kannski 20 blaðsíður, þú 20 mínútur, 30 mínútur að lesa þann texta í gegn. Núna fer það að glósa. Og það skiptir máli að glósa.
vegna þess að það hefur sýnt sig, ef við glósum ekki þá meir en upp undir 90% af því sem við lesum það bara tínast á fyrstu 2 sólarhringunum. 90% gleymist á fyrstu 2 sólarhringunum. Ef við tökum 5, 6, 7 mínútur strax eftir að hafa lesið textan og við glósum hjá okkur aðalatriðin, þá erum við strax miklu betur í stakk búin. Við erum að muna þetta efni betur, við erum að festa það betur í sessi. Hvað þá ef við förum sína að rifja upp, við förum sína að minna okkur á það, hvað skiptir máli í þessum texta. Og erum þannig að halda betur í þessar upplýsingar og vinna betur úr efninu. Og við ætlum að skoða þetta hérna örlítið betur rétt strax tengt einbeitingunni. Ég ætla að skoða fyrst með ykkur hvað það sem að truflar einbeitinguna. Af hverju erum við að missa einbeitinguna niður? Jú, það eru nokkri þættir sem að trufla og fyrsta lagi það lítill orðaforði. Þú ert kannski í kröfuhörðu námi, það er mikið af nýjum orðum, mikið af nýjum hugtökum að þínum mati sem að, þú ert ekki alveg viss hvað þýðir þetta, hvað þýða þessi orð. Og þetta er partur af því að sitja í námi. Þú veist, ekki vera hrættur við eða hrætt við ný orð og hugtök. Hafðu samt í huga að einu orðin sem eiga trufla þig, sérstaklega út að lesa mikið á ensku, jafnvel, eða þýsku, eða frönsku, eða dönsku, eða hvað það er. Einu orðin sem eiga trufla þig eru fræði hugtökin sjálf. Almennt málfar í enskum bókum, eða þýsku bókum, eða dönsku bókum, það á ekki að vera trufla þig þegar þú ert komin seinni ári í menntaskóla og alls ekki í háskóla. Menn þess að ef almennt málfar er að trufla, þá vantaði bara orðaforða í enskunni eða í þessu tungumáli. Og besta leiðin til þess að bæta orðaforðan í tungumálinu, það að lesa fleiri skáldsögur í því tungumáli. Þú bætir lítið orðaforðaðinn með því að reyna að tróða þér í gegnum einhverja lífeðlisfræði bóka á ensku eða einhvern flókin háskólateksta á ensku. Þú lendir í vandræðum, pottþétt. Ef þú aftur á móti leyfir að lesa 1, 2 jafnvel skáldsögur á ensku í hver einustu viku, þá ertu miklu fljótari að byggja upp svona almenna málvitund, almennt málfar, góðan orðaforða í þessum almenna texta, þá eru það bara fræði hugtökin sjálf sem eru til vandræða og það er akkurat þess vegna sem þú mætir í tímana, sem þú ert að hlusta á fyrirlestrana, sem þú ert að lesa bókina. Það er til þess að læra þessi orð, kynna okkur hvað þau gera, hvað þau þýða. Þannig að hafðu það endilega í huga. Lítill orðaforði hefur áhrif og besta leiðin til þess að laga það, númer 1, 2 og 3 forlesturinn. Ef þú ert að forlesa og þú ert að sjá og það eru ákveðin orð sem eru feitletruð, skáletruð, það eru ákveðin orð sem eru sett undir gröf eða teikningar eða myndir eða í spássíur eða í neðamálsgreinar, takt eftir þeim. Þetta eru örugglega orð og hugtök sem höfundur að mæla með. Ef höfundur jafnvel í lokverskafla er að draga fram þau orð og hugtök sem hann kynnir fyrir þér í kaflanum, draumurinn, þá veistu nákvæmlega, þetta eru orð og hugtök sem ég þarf að bæta við akkurat núna. Í þessum kafla útskýrir hann þetta efni. Þannig að þú ætlar að nýta þér þessi verkfæri, setja þetta til dæmis yfir í glósundnaðinnar, setja þetta yfir í verkefnið þín, nota þessi orð, muna þumalputtaregluna til þess að bæta orðaforða, er ekkert annað en að koma orðinu fyrir framan augun 9-12 sinnum. Nú, annað atriði sem er ofta truflar það að ná ekki samhenginu. Og þetta kemur til vegna þess að yfirleitt lesa námsmenn námsbókina eins og þetta sé skáldsaga. Það er að segja, þau byrja og taka kannski kafla 3, þau byrja á blaðsíðu 1 í kafla 3, taka síðan blaðsíðu 2 í kafla 3, taka síðan blaðsíðu 3, taka síðan blaðsíðu 4, síðan kemur þessi rosalega óþægilega yfirþyrmandi tilfinning, býtu, hvað skiptir málið þarna? Hvað af þessu þarf ég að vera með á hreinu? Vegna þess að við höfum ekki hugmynd hvað fer fram, hvað er að fara að gerast. Það eina sem okkur vantaði þarna inn var þetta einfalda skref að forlesa textan. Kynna okkur fyrirfram, átt okkur á því fyrirfram hvað skiptir máli. Fá heildarmyndina miklu skýrari. Hvað er hann að taka fyrir í inngangi? Hvað er hann að taka fyrir í niðurstöðum? Hvað er hann að benda okkur á í kaflanum? Hvað er hann að leggja sérstaka áherslu á? Þannig að þegar samhengi vantar, þá er eðlilegt að einbeitingin okkar sé detta út, en leið þú byrjar að forlesa, þá lagast þetta tiltölulega fljótt. Nú ef að lestrarhraði er lágur eða lítill, eðlilega ert að lendi í vandræðum með einbeitinguna þína. Ég er búin að vera að tala um það aftur og aftur og aftur. Besta leiðin
eru þetta bara að þjálfa, ná lestarhraðanum góðum. Ég er aðal að tala ef að lestarhraðin er undir lágmarkshraði hugans, 400 orð á mínútu. Ef að lestarhraðin er lægri en það, þá þarftu að toga hraðin vel upp. Og þú gerir það með svona æfingum eins og vorum að taka hérna rétt áðan. Þú getur byrjað að æfa þig í skáldsögum með að ná grunnunum, en síðan getur auðvitað að fara að færa þig yfir í námsefni og toga þann hraða líka upp. Því að þú vilt ná grunnhraðanum í námsefninu upp í 400 orð. Og grunnhraði í námsefni í 400 orðum, þá þýðir það að skáldsagan, hún þarf að lesast á helst 600, 700 orðum. Því að það er ekkert óalgengt að þú sért að lesa helmingi hægar í námsefni með við skáldsögu. Þannig að þú þarft að vita af því að þú munt þetta niður þegar þú ferður á skáldsögunni og þess að þetta ná henni ofar en 400, menn þess að þú vilt lesa námsbækurnar, efni sem skiptir þig mestu máli á lágmarkshraða hugans. Og þarna hjálpar forlesturinn líka, en hugurinn hugsalega bara ekki á efninu. Við erum kannski bara upptekin af öðru. Við erum kannski í íþróttum. Það eru einhverjar stórar æfingar, það eru einhverjar stóri leikir framundan. Við erum í dansi eða við erum í tónlistarnámi og það eru einhverjir stóri tónleikar framundan eða stór sýning framundan. Nú við getum jafnvel bara verið í miðri heims sóttkví, það sem að allir eru að hugsa oft eitthvað allt annað heldur en það að vera að horfa í námsbækurnar. Og það getur verið erfitt að reyna að klippa okkur út úr þeim veruleika og fara að færa okkur yfir í annað. En við þurfum að gera það. Við verðum að gera það og besta leiðin oft til þess ef að þú ert ekki að ná að halda athygli að því þú ert stöðugt að hugsa þú veist, hvað ef að námið er að stoppa eða hvað ef að prófin, ég lendi í vandræðum með prófin að hvað ef. Vertu með, þegar þú leggst kaflann í gegn, vertu með 25 spurningar, vertu með 25 lykilorð. Nota það sem fjársjóðskjort þegar þú ert að lesa textan í gegn. Núna þegar þú ert að lesa textan, það eina sem þú hugsar að meðan þú ert að lesa textan, það er ekki COVID eða eitthvað annað. Þú ert bara línu fyrir línu. Er verið að svara eitthvað á spurningunum mínum? Eða í línunni er verið að svara eitthvað að lykilorðunum eða tala eitthvað lykilorðunum. Ef ekki, næsta lína. Findu svörin, findu lykilorðin, kláraðu kaflan, fáðu yfirsýnina og þú ert að halda einbeitingunni betri. Alltaf, öllum tilfellum. Nú lélegt skipulag hefur þetta áhrif, það er eðlilegt, ef við erum orðin langt á eftir með lesturinn okkar. Við höfum ekki verið að passa nógu vel upp á skipulagið, það er stutt í próf, það er stutt í skil á stórum verkefnum og þegar þú ert að lesa bókina núna þá er það eina sem þú hugsar þú veist, ég ætti kannski frekar að vinna þetta verkefni eða ég ætti kannski að vera að lesa þennan kafla. Og þetta er partur af því sem ég ætla að fara að taka fyrir næstu kannski 2-3 kvöld. Hvernig náum við yfirsýninni? Hvernig náum við að stjórna þessu betur? Og besta leiðin er oft bara tímastjórnun, gamla góða tímastjórnunin að skipuleggja ykkur örlítið betur. Og ég mun taka nokkuð vel á þessu næstu 3 kvöld og mælindri með því skoða skrefin hérna inn á h.is/yfirsýn. Þar er ég að benda ykkur á þau 6 skref sem ég tala í bókinni og oft bara út frá því þá getur hugsanlega vaknað eitthvað spurningar sem þið getur skotið til mín. Nú síðan getur auðvitað bara verið lítil hvatning. Bókin sem þið eru að lesa er bara hundleðileg. Áfangin sem þið sitið er bara hundleðilegur. Kennarinn er hundleðilegur. Hvað ég að gera? Hætta þessu bara. Kasta bara bókinni út og fara bara að gera eitthvað annað. Já, ég von ekki. Ég vona þú áttur á því að það skiptir ekki máli hvort að bókin sé leiðilega, kennarinn er leiðilegur, áfangin er leiðilegur. Við þurfum samt að klára þennan áfanga. Og það getur verið dálítið erfitt að vera að henda á glæ, kasta á glæ, þú veist, heilli af því að bókin er leiðilega, kennarinn er leiðilegur. Þá stundum þurfum við að vinna kannski örlítið meira vinnuna sjálf. Ef að kennarinn er ekki að hjálpa eða bókin er ekki að hjálpa, bókin er allt of flókin eða torflesin eða erfið eða hvað það er, þá þurfum við bara að ýta undir og glæða áhugan okkar betur. Og besta leiðin til þess að koma áhuga af stað er að breyta bókinni yfir í það að þegar þú ert búin að forlesa textan, þá ertu búin að búa til 25 spurningar, þú ert búin að búa til 25 lykilorð, þá skiptir engu máli hver leiðilegu textin er. Ekki nokkru einasta. Það skiptir engu máli hver leiðilegu kennarinn er.
Þegar þú ert búin að forlesa textan og þú ert með ákveðna spurningar úr prófum eða einhverja vangaveltur, að þú ert búin að skoða glæru frá kennara, þú ert með 25 spurningar sem þú vilt fá svar við, þú ert með 25 lykilorð, það eina sem skiptir máli er bara línu fyrir línu, er verið að svara þessu spurningum eða tala þessi lykilorð. Það skiptir engum máli hver torflega sinn eða óþægilegur eða leiðilegu textin er, þú klárar kafla eftir kafla eftir kafla, af því að núna ertu búin að breyta þessu nánast í eins og þetta er bara fjársjóðsleit, þú ert að leita gullmólunum, gullskrifunum sem þú ert að fara í gegnum, þannig að jafnvel þó bókin sé leiðileg, hvatningin er lítil, hafði í huga, þú þarft að klára þennan áfanga til þess að ná að klára prófið, þannig að nota þetta. En þá ætlum ég að fara yfir í hinna leiðina, hvað er það sem að ýtir undir einbeitingu? Hvað er það sem þú getur gert til þess að passa upp á það að einbeitingin sé til staðar? Og númer 1, 2 og 3 er að bara vera virk í lestri bóka, virki okkur með einhverjum hætti, að vera virkir þáttakendur í því að lesa bókina. Hér áður fyrr, áður en nemendur koma námskeið hjá mér, þá er það oft þannig að þeir eru bara með bók fyrir framan sig, þeir eru að halda á bókinni og þeir eru bara að hreyfa augun, þeir gera lítið annað. Hluti af því sem ég hef kennt er til dæmis þetta, notaðu fingurinn, þú ert að virka þig meira, athygli, einbeiting strax honum meiri. Mertu við, þú ert að virka þig meira, þú ert að passa upp á það að athyglin sé meiri. Þegar þú til dæmis situr í kennslustund, hvort ert þú að taka betur eftir? Ef að þú bara situr, horfir á borðið eða horfir út gluggann og ert ekki virkur þáttakandi í tímanum, eða ef að þú ert að hlusta og þú ert jafnvel að glósa og þú ert jafnvel að spyrja og þú ert jafnvel að fá svör og þú ert að taka vel eftir, hvor nemandinn er að halda betri einbeitingu? Sá sem er virkur, sá sem er að spyrja spurningana, sá sem er að glósa, hann er að taka betur eftir. Leiðu við tjúnum okkur út, erum bara að horfa út í loftið, erum bara að horfa á borðið, þá erum við hægt að taka. Jafnvel þó að við ætlum okkur, við spyrjum þarna bara að sitja og fylgjast með kennaranum, en við erum ekki að gera neitt, við bara sitjum þarna og hlustum. Og eftir smástund, sérstaklega ef kennarinn talar hægt, þá erum við bara dottin út, við erum farin að gera eitthvað allt annað í huganum. Ef við eftir á móti erum virk, þá erum við að taka betur eftir og það ætlar að þú til að nýta þetta. Þó að þú sért að lesa námsbók, þá er kennarinn til staðar. Hann er bara búin að matreiða efni fyrir því fyrirfram. Svörin við spurningunum þínum, þau eru í bókinni. Þú þarf bara að vita hvernig þú átt að spyrja spurningana. Og það er til dæmis með því að búti spurningana fyrirfram, leita svara, notið hver, hvað, hvenar, hvers vegna og spyrjið spurninga, merkja við orðin. Merkja við hugtökin sem þið sjáuð, setjið merkingar, plúsa og mínus og upprómarmerki, spurningamerki í spássju, allt eftir því hvað það merkir fyrir ykkur. Ekki lesa lengur en 20-50 mínútur í senn. Notið þægilegar lestrarlotur, 20-50 mínútur, ég tók aðeins á þessu í gær, leiðu fara að lesa lengur en klukkustund. Það byrja eftirtektin og einbeitingin að detta bara niður. Þannig að notið 20-50 mínútur, það er þægileg lestrarlota, leiður farin að lesa lengur en klukkustund, þá farið að missa niður einbeitingu og detta niður í því. Nú, og síðan rifja upp, glósa alltaf, ef að þið eru búin að taka 20, kannski til 50 mínútur í að lesa eitt kafla í gegn, standið aðeins upp, fáið ykkur kannski 2, 3, 4 mínútna hlé, þegar að sækja ykkur kannski eitthvað snarl, þegar að sækja ykkur eitthvað að drekka, setið síðan niður, glósið úr þessum kafla sem þið voruð að lesa og takið síðan aðrar 20, 30, 40, 50 mínútur næsti kafli og síðan næsti kafli. Þið getið tekið þess svona 5, 6, 7 svona lestrarlótur yfir daginn, ef þið stoppið á milli, fáið ykkur eitthvað að borða, fáið ykkur eitthvað að drekka, glósið á milli, halda í þetta efni, þá getið þið auðveldlega verið að klára kafla eftir kafla eftir kafla. Athyglin er góð allan tíman. Þannig að hafið það endilega í huga. En svona, ég komin kannski aðeins yfir tíman, en ég ætla að fá að klára því að þetta er rauninni lokatími minn með þetta, sem ég ætla að takla þetta. Hvernig náum að halda betri yfirsýn. Og ég ætla að fara að skoða þetta töluvert mikið betur á morgun. Og mælindri með því að kíkja hérna inn á slóðuna, h.is/yfirsýn. Ef þið eru búin að forlesa textan ykkar, þið eru búin að temja ykkur það, þið forlesið alltaf kaflan áður en þið lesið textan ykkar. Þegar þið lesið textan ykkar núna í gegn, ekki stoppa við orð sem þið skiljið ekki. Merkið bara við það með blýanti,
setið kannski X í spássu til þess að minna ykkur á, þetta var orð sem ég skildi ekki, haldið áfram að lesa. Ef að þið lendið á málsgrein sem að þið skiljið ekki stoppa nema bara til þess að merkja X í spássu til þess að minna ykkur á, þarna lendi ég vandræðum, en haldið síðan áfram að lesa. Sérstaklega ef þetta var efni sem kom ekki upp í forlesturunum, þá þetta hugsanlega efni sem að skiptir ekki svo miklu máli. Halt áfram að lesa. Ef þetta skiptir máli, þá mun höfundur koma inn á það aftur, hann mun umorða, hann mun koma með dæmi, hann mun koma með útskýringar. Þannig að haltu áfram. Þegar þú ert síðan búin að klára kaflan, þá getur þú flett tilbaka og þú getur skoða vandamálin, en núna skoður það betri yfirsýn með þess að þú ert búin að fá heildarmyndina. Þú veist nákvæmlega af hverju. Og í langflestu tilfellum þá kom svarið, eða það bara kom í ljós, þetta skipti ekki máli. Og þú græti bara tíma á því, bara halda áfram. En núna getur þú skoðað þau vandamál sem eru eftir, en þú ert að gera það vitandi við, þú veist af hverju. Með þessu móti ert að halda betri einbeitingu allan tíman. Þú ert að halda betri yfirsýn, þú ert að komast yfir allt það lesefni sem að þú þarft að komast yfir. Og allur texti sem að þér settu fyrir, þú ert að ná að klára. Og það bara eitt er vel þess virði. Leyfðu þér að ná að halda betri yfirsýn, en ég mun koma aðeins betur inn á þetta núna næstu 2-3 kvöld. Nú, ég hef verið að taka fyrir hluta af 11 ráðunum, eða rauninni 11 ráðunum sem ég hef bent ykkur á og hérna inn á þessari slóð hérna, h.is námsbókin, og 5. ráðið búa til spurningar. Verið ófeimin að búa til spurningar, vera með spurningar á hreinu, og ég er búin að vera að hamra þetta einn síðustu daga. Spyrja spurninga, lykilorð, lykilhugtök, hvað eru feillitur orðin, skálitur orðin, hvað eru orð í kaflaheitum, texti í spásjum, gömul próf, jafnvel spurningar úr glæru frá kennara, spurningar frá samnemundum. Þetta þurfa ekki endilega spurningar bara frá okkur, en búa til spurningar. Breyttu hugafærinu þegar þú ert að lesa námsbók úr því að vera að lesa yfir í að leita svara. Og þegar þú lest námsbók með það í huga að leita svara, þá ert að taka miklu betur eftir. Þú ert að fylgjast miklu betur með. Nú, mér minnir að ég hef tekið allar spurningarnar hérna fyrir hérna áðan. Og minnir bara á, skjótu spurningum á mig. Það er allt í lagi þó það tengist efni þessa tíma. Ég mun koma inn á þessi atriði næstu kvöld, en ég ætla rétt svona í lokin að taka fyrir námskeiðin sem við erum að bjóða upp á. Þetta staðnám þó að sé nú kannski ekkert endilega örugt að við séum að koma mikið af námskeiðum í gang núna fyrir áramótin, en það mun nú fara á stað. Ég almennt að halda 3-4 almenn hraðlastarnámskeið í hverjum einasta mánuði. Mjög vinsæl námskeið þessa dagana 6 vikna fjarnámið, þar sem þú bara lærir allt á 6 vikum, og ef þú ert með tíma núna, þá þetta gullin tími tilbúin fyrir næstu önn. Nú, við erum líka með einkakennsluna og hún hefur verið gríðarlega vinsæl vegna þess að það eru margir heima, og hér ég að taka þig 1 tíma í viku, klukkustund á viku, og þú ert færð 6 vikna fjarnámið, en ég að taka þín skref í rauninni, það sem þig vantar, og skoða það með þér. Og síðan, ef þú ert langt á eftir, þá getur þú kíkt á bókina mína, en ég að fara að taka þetta fyrir næstu kvöld. Hyglust að skoða það. Nú, hvaða skref ætti þú að fara að taka í dag? Taktu eitthvað af þessum skrefum. Hyglust. Stígðu skref. Bara vitandi það. Þú getur bætt lestarhraðan tiltölu auðveldlega. Þú þarft ekki langan tíma til þess að tvöfalda hraðan. Það ekkert óalgengt að nemendur sem eru að mæta í fyrsta tíma, þeir tvöfalda lestarhraðan sinn í allra fyrstu kennslustund. Þeir eru að þrefalda, fjórfalda á fyrstu 7-10 dögunum. Þeir eru að festa 4-földun, 5-földun í sessi. Það eru nemendur á 14 daga æfingaferli að 16-faldar hraðan. Á 6 vikna æfingaferli að 27-faldar hraðan. Hvar vilt þú? Hvað vantar þig? Hve mikinn hraða vantar þig? Og það rauninni tiltölulega auðvelt fyrir hvert sem að toga hraðan sinn upp. Þetta bara spurning um þjálfun og æfingu. Það engin undanskilin. Skiptir ekki máli hvar þú byrjar í dag, hvort að þú ert með lesblindu eða athyglisbrest eða ADHD eða hvað það
Það geta allir tógar hraðan sinn upp. Sjálfur er ég lesblindur og þekki þessna gríðarlega vel. En hiklaust að nýta þetta mjög vel. En þú getur líka kíkt inn á h.is/hver hratt. Þar er ég með nákvæm skref það. Þetta er frítt námskeið sem þú getur tekið til að sjá hver hratt þú lest. Og þá út frá því getur við vegið og metið hvaða skref, hvaða námskeið hentar kannski þér best. En þá hérna bara rétt í lokin. Ég er að mörguleiti búin að svara fullyrðingunni frá því áðan. Fullyrðingin var svona: þegar þú kemur að orði sem þú skilur ekki, átt þú að hafa orðabók, handtæga, til að leita orðið strax uppi. Og svarið er, eins og ég er búin að vera að koma fyrir hérna í dag, búin að tala nei, alls ekki. Þú átt einfallega bara að merkja við orðið. Þú kannski setur X í spássu til að minna það á. Þetta er orð sem ég kann ekki, sem ég skil ekki. Og þú ætlar að halda áfram að lesa. Það tekur svo mikinn tíma að vera að endurlesa, vera að reyna að leita upp í orðabók eða googla eða hvað það er. Mertu bara við það, þannig að þú tínir því ekki, þú getur fundið það aftur hvenær sem er, halda áfram að lesa. Athugaðu hvort að höfundur orði, útskýri, komi skilgreiningu á þessu orði, á þessu efni aðeins seinna. Ef þetta orð var mikilvægt, þá eru allar líkur á því að hann mun koma inn á það aftur. Þannig að ekki hætta að lesa, ekki stoppa lesturinn, mertu bara við það, mertu X í spásíu og halda áfram. Og ég ætla að vona að þetta svona hjálpi. Mæli með, hafðu samband. Ef það eru einhverja vangaveltur, eitthvað sem þú ert að efast eða veltir fyrir þér hvort að þetta sé eitthvað sem að hendi þér, hafðu samband, spyrðu þína spurninga, fáðu svörin þín. Þú getur sett það inn á spurningaformið inn á h.is/live. Nú ég verð hérna morgun klukkan 6, þá ætla ég að fara yfir efnið, hvernig hún er að halda yfirsýn yfir flókið lesefni. Ég ætla að byrja aðeins fyrr að deginum, kannski hugsanlega nýtist það námsmönnum betur að skoða þetta fyrr. En þetta vídeo verður uppi núna á Facebook og inn á YouTube og inn á h.is/live bara eftir kannski 20 mínútur, 15-20 mínútur, eitthvað svoleiðis. Ég ætla að láta þetta duga í kvöld, við sjáumst klukkan 6 á morgun. Takk fyrir mig, bless bless.